Hingað kominn Einar Már Guðmundsson, sæll vertu Einar. Nú hefurðu síðustu 2 bækur þínar hafa báðar verið svona þrælpólitísk verk, eiginlega ádrepur og kritík. Nú ertu komið með stóra skáldsögu sem heitir Íslenskir kongar og gerist í íslensku plássi sem heitir Tangavík. Og hvað Tangavík? Já, Tangavík eiginlega þorp, sjávarþorp eða bær, útvegsbær sem ég hef búið til og auðvitað hann smíðaður úr ýmsum öðrum bæjum, sko. Hann sést í bókinni, hann staðsettur á kunnum stað á Suðurlandi og þeir sem hafa verið að lesa bókina, þeir hafa lesið inn ýmsa staði, sko. Jú, maður hugsar svolítið Vestmannaeyjar en svo bara hitt og þetta náttúrulega eins og svona spegilmynd af íslensku Þetta Ísland, já, spegilmynd af íslensku stað og svona staður eiginlega svona dálítið svona nýtt svona univers eða heimur sem ég að búa til og hefur verið svona í smíðum. Já. Og inn í þennan heim, sko, kemur bara alls konar fólk og ætlar að vinna meira með þennan stað? Það er alls ekki útilokað. Nei, jú, ég gerir mjög passlega ráð fyrir því, sko. Þetta svona svo Faulkner, hann var alltaf með sína sýslu þarna í... Já, þetta á sér, það eru sagðar sögur, til dæmis farið þarna bæði langt aftur í tíman og alveg inn í nútíman en síðan eru auðvitað ýmis tímabil sem á eftir að segja frá og... Sko, þú ert það nefnilega einmitt, þetta svo langt í tíma, þetta til dæmis sumleitum telt saman, sko, fólki sem uppi, já, eftir stríðið og svo þarna einn Knúðseninn sem uppi í Kaupmannahöfn. Já, Struensee-tímanum og kemur svo heim í Skaftárveldana og fleira. Þannig ég að vinna dálítið með að segja auðvitað sögur af fólki, en það á sér oft svona, það sem gerist í þeirra lífi á sér kannski oft svona hliðstæður á öðrum tímum. Sagan svona sem sé svona endurtekur sig með ýmis konar hætti, sko. En þetta búin að vera svona saga sem í mótun, þannig að ég náttúrulega svona eiginlega rauninni að átta mig á henni svona að svona aðferðin við að segja svona sögu, hún verður einhvern meira til kannski eftir á. Já. Ég leyfi þessu öllu að gerast og þarna eru auðvitað þannig þættir úr svona ýmis konar raunsæi, skemmtisögunni og fleiru og á margan hátt þessi bók alveg óhugsandi, sko, án þessara bóka á undan, Hvítubókarinnar og Bankastrætisins. Það að segja, sko, í þeim skilningi að þær voru svolítið svona leið inn í dálítið svona hnitmiðar og beinar lýsingar á samfélagsveruleikanum. Og þannig ég svona að reyna svona ytta þann blýant bara beint inn í skáldsöguna og þann segja frá þjóðfélaginu, já, eins og það hefur þróast og eins og það hefur verið. Þetta svolítið, sko, margt í þessu svona nánast eins og tilurð þess Íslands sem við erum í núna. Já, og það má kannski segja auðvitað það Ísland sem við erum í núna hafi, sko, kallað á talsvert endurmat á því Íslandi sem var. Þannig verið að segja, sko, ég kannski vil nú ekki beint túlka þetta ofan í þjóðina en sem sé, þannig eru sagðar ýmsar sögur sem koma mjög við svona samfélagsþróun á síðustu ára. Það fjalla svona spillingu af ýmsu tagi en þetta eru þannig það litríkar persónur að maður les bara söguna þær og svo kannski einhver annar veruleiki stundum undir. Þetta svolítið skemmtilegt, sko, til dæmis ég punktaði hjá mér það sem skrifar að utanþingsstjórnin sem var hérna þegar lýðveldisstofnun hafi lagt Ísland í álög spillingar. Já. Svona dæmi það hvað þú ert að leika þér með. Ég að leika mér við að segja söguna og svo ég að segja til að mynda sögu, ég bara segjum eins og íslenskra nasista og íslenskra kommunista á svolítið annan hátt en þessi hefðbundna saga hefur verið því að það veður allt í sögufölsunum. Já, en þetta rosalega breið saga og mikið persónugalleri og margir og náttúrulega eins og gjarnan í bókum eftir þá eru margir sem eru það sem að maður myndi kalla á ensku larger than life. Jú. Þannig þetta eru, en það eru svona þessi aðalpersónur, sko,
ákveðnu plani svona þetta þannig ættarsaga sko með stórum ættarhöfðingja, Ástvaldi Knudsen, og svo svona sonur hans Arnfinnur Knudsen í þungamiðju og síðan koma talsverð brot af syni Arnfinns Knudsen, Jónatani Knudsen, sem mikill fjárfestir og endar sem bæjarstjóri Tangavíkur einmitt á þeim tíma þegar Tangavík verður gjaldþrota. Já. Og svo aftur í Struensetímann í Danmörku, það svona, þannig að það Já, og sá tími var auðvitað líka tími, undanfæri tíma sem kallaði á sko innra, sem kallaði á bankahrun í Danmörku og líka náttúrulega þessi kóngar, sko, við gleymum því ofta að sko kóngarnir sem voru þá, þetta voru líka okkar kóngar. Já. Og við höfum alveg, þegar við erum komnir svona í ákveðna fjarlægð frá sögunni, höfum við alveg rétt til að líta svo á og síðan þetta síðan alltaf þessi hugmynd okkar Íslendinga kónga mjög áhugaverð, það að segja þegar við hættum að hafa kónga þá urðum við mjög meðvitaðir að við værum kóngar. og þannig að þessi hugmynd sko og alls það sem ég kem og að segja frá bókinni þá kemur mikið fólk og fer að segja mér frá kóngum sem á öðrum stöðum þar sem menn hafa haft þetta viðurnefni kóngur. Sem svona þorpskóngar. Já, bæði þorpskóngar og líka stundum voru ógæfumennirnir eða drykkjumennirnir á stöðnum kallaði kóngar og það hafa allir til allstaðar einhver hugmynd sjálfa sig og stéttir og störf sem kónga. Íslenski kóngar heitir bókin, en sko, maður tekur eftir að þetta sko, hún mjög í rauninni frjáls í formuna því leyti, þú getur leyft þér alls konar útúrdúra og einhvern veginn, þannig að þú hefur þurft að verið að leita þér að farvegi til þess að geta svona... Já, ég verið að leita mér dálítið að þessum farvegi að geta komið svolítið svona beint og millilega laust inn í söguna, sko. Já. Og sagt hana af þeim þrótti, sko, og einhvern veginn býr þessi saga mér upp í hendurnar mjög mikið sko frjálsræði. Og en hún á sér, þessi saga á sér sko, þetta er sem sé pæling sem á sér talsvert langan aðdraganda og Tangavík einmitt fyrst nefnd í kaflanum sko, sem heitir Glæpur og refsing og í bókinni í Bankastræti 0. Þá kemur það við sögu í litlum svona sagnaþætti sem þar og þetta hefur bara verið að mótast svona úr. Ég hef haft mikinn áhuga á einmitt sögu bæja og sögu staða og líka auðvitað á mínum ferli sem höfundur svona komið nokkuð víða og heyrt þá ýmsar sögur, þannig að ég hygg ekkert við að sko flytja atvik á milli staða og þessi staður gefur mér einmitt dálítið frelsi til að leika mér með öll þessi alla bæi og bæjarfélög og sveitir og steypa þessu öllu þannig. Steypa þessu öllu, já. Og þannig að við megum vona því að heyra meira Tangavík. Já, en þá kannski bara í einhverju allt öðru samhengi þess vegna og ég læt kóngana nægja í bili. Þakka þér fyrir að koma í þáttunina.